dæmi 1474 þar sem við erum með plastbolta með radíusum 12 cm og hann flýtur á vatni þannig að 16% af rúmmálinu er í kafi. Við eigum að fyrst að finna kraftin sem við þurfum að nota til þess að halda boltanum öllum ofan í vatninu og í B þá þurfum við að finna hröðunina þegar við sleppum honum. Og þá er mjög gott að reikna sem sagt rúmmálin og svo massana á boltanum hverju sinni. Þannig að við erum með rúmmál kúlu sem er jafnt og 4 deilt í 3 pi r í þriðja. Við teiknum mynd af þessu, þá erum við með bolta sem flýtur hérna á og svo ætlum við að halda hann hérna niðri. Og það er þannig að Arkímedes lögmálið segir það sem sagt að ef við erum með hlut og látum hann fara ofan í og hann flýtur á vatninu, að þá er sem sagt hlutfallið því sem er ofan í vatninu sem sagt þyngdin á hlutnum. Þannig að við vitum það að massin á boltanum er jafnt og sem sagt 0,16 sinnum rúmmálið sinnum ró á vatni. Þetta er massin á boltanum. Þetta er mjög hentugt að vita. Við ætlum að finna massan á sem sagt vatninu sem við ýtum í burtu þegar við ýtum niður. Það er sem sagt 0,84 rúmmálið á kúlu sinnum ró á vatninu og rúmmálið á kúlunni getur við reiknað sem 4/3 pi sinnum 0,12 í öðru. Og við sláum þessu inn, þá fáum við 0,07238 rúmmetrar og þá fáum við að massin sem er ofan í vatninu, hann er þá sem sagt massin á vatninu sem við þurfum að ýta í burtu er 0,07238 sinnum 0,84 sinnum 1000. Þá fáum við að massin á vatninu sé 6,08011 kíló og þá er krafturinn sem við þurfum til þess að ýta niður massi sinnum G, þannig að það er 6,08011 sinnum 9,82, þannig að krafturinn er cirka 59,7067 newton. Þetta var A-liðurinn. B-liðurinn þá að finna sem sagt hröðunina. Nú getum við fundið massan á boltanum sem er sem sagt 0,16 sinnum róvatt sinnum rúmmál sem sagt kúlunar. Við erum með 0,07238 sinnum 1000. Þá erum við komið með massan á boltanum. Það er 0,16 sinnum. Þá fáum við að massin á boltanum sé cirka 1,5808 sem sagt kíló og hröðunin á honum, ef við sleppum honum þá á augnablikinu sem sagt, þá erum við vitum það að krafturinn sem við erum að ýta með er 59,7067. Við vitum að F er bara M sinnum A, þannig að F deilt með M er jafnt og A, þannig að það fáum við að
við að hröðunin sé 59,7067 Newton deilt með þyngdinni á boltanum. Þá fáum við að hröðunin sé cirka 51,56 metrar á sekundu í öðru þegar við sleppum honum. Og þá er þetta dæmi leyst.